sko, en ég samt alltaf að spá og spjalla ég með hérna sjúkraliðamenntun og aðra menntun og í þessu námi núna í margmiðlun hönnun til þess að aðeins útvika mig hvað var það svona námsefnisgerð og skrifana. En þú ert einmitt að vinna lokaverkefni það sem tengist kennslunni. Já. Og þú ert með bolla sem að kannski fólk hægt að sjá sem að svolítið logoið eða útlitið á síðan. Segðu mér aðeins frá því. Ég að vinna núna lokaverkefni mitt í þessu námi sem búið standi fyrir 2 ár síðan kennarin.is. Og það bara kennarin.is? Kennarin.is og þetta náttúrulega bara verkefni í vinnslu og en þessi hugmynd kom fyrir 3 árum að ég bara að vinna með samstarfsfólki og vanta eitthvað efni og ég fyrir að hugsa akkur ekki til einhver svona bara opin gagnabanki sem það allir að vinna einhverju góða efni hver í sínu horni. Sumir vilja ekki sína efni sitt vegna þess að vantar kannski einhverju svona fíniseringu að setja það upp eða vantar kannski kunnáttu eða bara forrit til þess. Þannig að þetta byrjaði sem bara svona Facebook síðan að safna svona upplýsingum héðan og þaðan. Það eru mjög margir að gera mjög flotta hluti. Byrjaði bara svona gagnabanki. Þannig að þú ert í raun og veru byrjaðstóttið, þú komið með efni og tengingar og Já. Og svo bara vakti þetta upp á sig svo frétti á þessu námi og svona ég ætla bara taka þetta aðeins lengra, læra að gera heimasíðu og fara að safna þessum gögnum þar inni. Já. Og sóttum þetta lén og það var laust, kom mér svolítið á allt að skildi vera laust. Já. Og svo í skólanum það náttúrulega kynntist við ýmsu að vinna með Photoshop og Illustrator og setja upp vefrit og þá kom þessi hugmynd að prófa að gefa bara mánalegt vefrit með svona alls konar skipulagsgögnum og einhverju sem að nýtist okkur. Já.